Góðan daginn og velkomin í þátt númer 56 hérna á YouTube-rásinu minni. Ég heiti Helga og ég er handhafinn Óð. Bara byrja á því að óska ykkur gleðilegs nýs árs og bjóða ykkur líka hjartanlega velkomin, gömul og ný og allt það. Ég er náttúrulega bara fór yfir þakklætis ræðuna í síðasta þætti og hérna ætla bara að láta þar við setið, en ég er búin að fá mjög góð viðbrögð við gæðunum á síðasta þætti sem var tekin upp á nýja síma minn, svo að það er æðislegt. Þannig að hérna, hann verður núna bara áfram aðaltækið, en þetta með lýsinguna er alltaf ótrúlegt vesen og eins og ég sé mig núna þá er ég yfirlýst, en þegar ég var að prófa að sýna svo það sem ég er að gera, þá var það í lagi. Þannig að það er allt lagi, þó að ég sé yfirlýst, það er mikilvægara að það sjáist þetta sem ég er að gera. Annars í dag þá ætla ég að fara, það afsakið þó ég líti niður, ég er með allt niðurskrifa hérna. Í dag ætlum við að fara yfir klárin, verki vinnslu og hvað er á döfinni og hvað datt í pokan og blaður og í hverju ég er og svona, og það er ekkert eftir neina að bíða. Nú eins og glöggir sjá þá er ég búin að endurheimta Glow with the Flow peysuna sem að ég prjónaði í vetur fyrir Stephen West og svo var hún send út til skoðunar og myndatöku og eitthvað, ég veit ekki, og ég fekk hana núna aftur á laugardaginn, hitti Lindu mína í lill prjónabúðinni og meistarann sjálfan, Stephen West, það var alveg æði. Þetta er í annað sinn sem ég hitti hann, en í þetta sinn var þetta svona, í fyrra sinni sem ég hitti hann þá vorum við í Storkinum, þá var hann með svona viðburð þar að kvöldi til og við fórum nokkrar vinkonur saman hérna á Skaganum og hérna og kíktum á kauða og það var æðislegt. Þá upplifði maður strax allt aðra ímynd en maður hefur af honum þegar hann er að sýna handverkið sitt. Hann er ótrúlega stór og hérna, en hann er svo hlýr og jarðbundinn og svona, hann er ekki eins mikið út eins og maður myndi halda. Hann er svona, já, bara svolítið hlédrægur og mikið svona bara fylgjast með fólki og svona, en sjálfsagt er hann mun skafhrifnari innan vini sína og ég er rólegra umhverfi en var kannski þarna á laugardaginn, en það var æðislega gaman að hitta hann og ég settist niður í smástund og hérna prjónaði með konunum sem voru þarna í litlu prjónabúðinni. Flestar þeirra hitti ég líka á 50-daginn þegar það var prjónahittingur þar líka. Þannig að hérna, já, það var bara rosalega gaman. Og hann var sérst að koma með tilbaka meðal annars með peysuna Glow with the Flow og hún er bara svona í yfirstærð, súrígatn og frá Queen Fibers og svona fingering, gatn, alls konar haldið saman með því og ég er búin að flytja lögheimili mitt í hana. Hún er algjört æði og ég var í henni í allan gærdag og svo hérna ég svaf ótrúlega lengi fyrir nótt, sofnaði snemma og svaf alveg til 10 sem er langt fyrir mig, þannig að ég svaf ykkur 12 tíma og þannig í gærkvöldi var ég bara ekki baun sippin þegar ég átti að fara að sofa. Þannig að ég sat inn í stofu og mér var orðið svo heitt eftir að hafa verið inn allan daginn að ég var bara að fara úr henni og satt bara á toppnum í ábyggilega 2 tíma og prjónaði í eininni stofu sem var alveg yndislegt og hérna og fór bara svo ennþá hlý upp í rúm. Þannig að hérna þannig að svo sit ég eftir hittin úr peysunni svo lengi, en svo er það líka þessi kuldameðferðar tækni sem ég er í núna. Mér er bara alveg mikið hlýra þrátt fyrir að vera á kafi í kulda. En nóg það. Þið eru örugglega eftir að sjá þessa peysu oft og ég sé að þeir sem að hafa gert hana hérna innan þær
konur sem að ég sé alltaf annars lagi núna eftir ég fór að stunda þessi prjónahittinga í Reykjavík, að þá þessi mjög vinsæl ásamt Marled Mania kardiganinum frá Stephen West sem efst á mínum prjónalista. Ég búin að skrifa prjóna óskirna mínar fyrir 2019 sem að ég búin að vera að malla með í hausnum alveg heil lengi, þannig að það verður gert svo örugglega eftir að koma alveg 80 aðri hlutir í viðbót með hvað ég prjónaði á síðasta ári. Nú eins og svo margir þá náttúrulega markmiðið að reyna að nota stassi svolítið vel í ár. Maður einhvern veginn fer í þennan gír alltaf í upphaf árs. En það verður bara komið ljós og ég var að fá helling af ull og á von á meiru, þannig að ég á eftir að spinna svolítið og svona. En þá það bara, held ég ekkert eftir neina bíðan að vinda okkur í klári. Þau eru 2 og annað sjal sem að ég kláraði 7 mínútur í miðnætti á gamlárskvöld. Og það Hipsum Hapsjalið úr uppspuna, frá uppspuna Minimill. Og úr jurtalituðu garni. Og auðvitað fór þetta náttúrulega í samprjóni hjá Lindu, Icelandic Anything. Anything Icelandic. Og ég eins og ég margbúin að segja ykkur, þá var ég aldrei sátt með samsetninguna á gatni og prjón og eitthvað, en uppskriftin var mjög þægileg, hún gaf manni bara svona grunn og svo gerði maður bara sjálfur það sem maður vildi. Ég var til þess að dreifa hugunum, þá var ég með alls konar að slá upp á prjóna þær saman og allt þetta. Og ég held að máli hafi verið að prjóna á 4,5 og ég held að ég hefði fílað þetta mikið betur ef ég hefði bara farið niður prjónastærð. En þetta búið. Þetta ótrúlega mjúkt og þetta sé svona eins og einbands, eða þú veist, það ekkert að marka mig. Það myndi kannski einhver alveg grenja undan þessu sko, en ekki ég. Ég heppin með það og þetta fór ekki í mig eins og Ístex einbandið og unna ullin frá þeim. Þannig að þetta eitthvað sem að ég get skoðað ef að ég vil fara í að gera ullapeysu úr gatni sem að með klæjar, eða sem ég fæ ekki ónæmis útbrot af eins og ég gera með Ístex lópan, eða Álafoss-lópan. Ég veit ekkert, já, þið veitir, léttlópa og Álafoss-lópa og plötulópan. Þetta einn endi sem átt að klippa, en sem sagt 7 mínútur í áramót kláraði ég þetta. Við vorum heima bara í rólegheitum með tengdapappa sem var lasinn hjá okkur, þannig að við vorum bara tókum við bara rólega og það var ekkert verið að tjúta neitt hér. Smaka við. Síðan það verkefni sem ég byrjaði á í janúar 2016 og sýndi ykkur í síðustu ykkur. Nei, já, í síðasta þætti held ég alveg örugglega. Já, ég byrjaði á því 11. desember 2016, ekki janúar, en kláraði það 4. janúar 2019 og það þessi hlunkur. Heklaða ílanga teppi mitt. Það algjörlega vonlaust að reyna að sýna ykkur það allt saman í heild sinni. Ég með myndin á Instagraminu mínu, þar sem þetta liggur á rúminu, hjónarúminu í allri sinni dýrð. Og þetta endaði í 1,5 kílói af þessum fingering grófleika og ég notaði 4 mm heklunál, fitjaði upp á 402 loftlykkjum í upphafi og þá ég miðaði það bara svona cirka við, þú veist, fór bara með svo bandið inn þegar ég var búin að gera sér loftlykkjur
og mældi við rúmið og þú veist, það passaði ágætlega, en ef að ég myndi einhvern tímann gera svona aftur, sem að vera ekki alveg á næstunni, af því að þetta var orðið bara svona íþyngjandi, að þá þegar ég myndi hekla upp á þessum loftlykkjum, þá myndi ég fara alveg upp í 5 mm ef ég ætlaði svo að nota 4. Af því það kemur, það er alltaf pínu svona, það teygist ekki eins mikið á uppfyttinu eins og á umferðunum sem koma þar á eftir. Þannig að til þess að það verði alveg jafnt á öllu teppinu, semst á upphafi og endi, að þá myndi ég fara upp í 4,5 eða 5 til þess að flytja upp á loftlykkjum. Og annars er stærðin á því 132 cm sinnum 206 cm og eins og þú sagði 1530 grömm, 4 mm, 402 loftlykkjur. Desember, 3 ár. Mjög glöð að þetta sé búið. Ég finnst það yndislega fallegt og allt það, en og eins og ég segi, ég get alveg hugsað mér að gera svona aftur en ekki strax og ekki svona breytt. Þá er það meira bara svona kósí teppi, svona sjómas. En þetta verður alveg fínt líka þannig og hérna getur vel verið þetta endi bara í tjaldvagnunum í sumar. Kemur í ljós hvað verður. Þannig að þá eru klárin búin. Og þið bara látum mig vita, sendi mér skilaboð eða skrifa undir vídeo ef ég vil fá okkur frekara upplýsingar. Ég er hef ekki og mun tæplega úr þessu fara að gera eitthvað svona, gefa upp eitthvað svona linka og svo leiðis fyrir neðan sem aðrir eru svo rosa duglegir að gera. Að hérna, ég freka bara, sko, þið hafi bara sendt mér skilaboð og ég bara svaraði beint þannig og mér finnst það bara, fljótlega þetta tekur tíma, tekur prjónar tíma. En já, síðan er það hérna verkin í vinnslu og eitt get ég ekki sýnt ykkur, það er, og ég er að senda það frá mig líka í fyrramáli, það er hérna verkefninu fyrir Stífan West, ég sýndi ykkur ábyggilega í þætti fyrir jól, bara litina sem að ég er að nota í þetta verkefni fyrir hann og hérna og það er himneskt og bara þetta verður geðveik uppskrift. Ég get alveg og þegar að hérna upp í staðið þá er hún ótrúlega fljót prjónuð og hérna ég náttúrulega hefði getið löngu búið með hana en hann átti eftir að endanlega ákveða hvernig hann vildi klára þetta og þegar hann sá gripinn á laugardaginn þá greinilega gekk upp það sem hann var búinn að hugsa. Þannig að ég var bara að klára það á eftir einhverjar 2-3 umferðir og fella svo af og þá get ég senda frá mér. Og þá er allavega ekkert lind og í bili í gangi. Nú svo hérna, þetta var nú freka fyndið, ég hérna er svo að prjóna fyrir hann sýnishorn af Exploration Station fyrir Edinborgarhátíðina eða eitthvað. Sjá, hann bara, þú veist, þetta var bara valið fyrir mig þetta, en ég fæ ekki að eiga þetta sjálf, það er alltaf svo fyndið það uppgöta þegar að einhverju litir sem maður hefur alltaf verið hræddur við eru svo bara alveg að ganga á manni. Eins og sko ég fíla illa á mér svona dökkbláa liti nálægt andlitinu á mér og svona kóngabláa eitthvað svona. En þessir bláu virðast að vera að fungera fyrir cello. Og þetta er Exploration Station eftir Stífan West og þetta er í 3. sinn sem ég gerir þetta. Fyrir 3 árum gerði ég mitt fyrsta Stífan West sjálf og það var Exploration Station og ég gerði það úr einföldu leys frá Drops og það vigtaði ekki nema 67 grömm og ég gat dregið sjali í gegnum giftingarhringinn. Það var það létt og fínt og hérna mamma mín hún á það og mig langaði sjálf alltaf að eignast
exploration station fyrir sjálfa mig, en fílaði ekki svona lítið, þess vegna fekk mamma, það var mjög svona, ég vil hafa mín svolítið stór og þannig að með minnir að í fyrra hafi ég gert aftur og þá notaði ég bara Baby Merino frá Drops og það svo mjúkt og yndislegt, mjög ánægð með það. Ég hef örugglega sýnt ykkur það, annars sjáu það inn á Ravelry síðan minni, ég er að ná í strókugat, eitt að flýja. Og sko, svo skemmdi það nú ekki að vera að fá að prófa með uppskriftinni nýtt. Eða gardsest sem að ég hef aldrei prófað að prjóna úr og alls ekki skrjáið, styrstu síðan úr. Og það frú Valborg garn. Og þetta sem ég er að nota ég sé ekki alveg með hægt glampa svo á. Þetta garn sem er sérstaklega litað fyrir Stephen og Penelope í Amsterdam. Og þetta kallast Merino Swirl. Það er 365 metrar í 100 grammunum, 80% Merino Superwash og 20% nælon. Og og það er svona hár snúningur á garninu sjálfu og þá oft það pínu svona harðara eða þannig, en þetta alveg fáránlega mjúkt. Ég veit ekki hvort það muni svona mikið þessi 5%, venjulega garn sem með svona hásnúningi 75-25 og með meira næloni og næloni náttúrulega plast og gerir allt stífara, þannig að ég hugsa að þessi muni svona þessi 5%, það alveg ótrúlega mjúkt og já, geggjað bara. Og aðaliturinn þessi dökkbrúni og hann heitir Onodnim. Já. Og hann bara þarna. Og hann í stíl við erminn á peysunni. Síðan það Seagrass. Það þessi Azure. Það þessi fallegi. Og já, kræin líkari þessum. Yndislega fallegt. Og þessi ljósasti Ice Mint. Þannig að ég bara, þú veist. Og að því að maður að gera þetta í þriðja sinn og veit hvernig þetta virkar allt saman og maður ekki að hika neitt, sko. Maður afsakið blingi, ég gleymdi að slökka á svona áminningum í símanum. Ég vona bara fólk rói sig aðeins núna með að vera með þessu. En já, þannig að það skotgengur og maður alveg fann að, alveg með að reyna að þetta á að vera svona og þar sem þetta göttunum. Þannig að ég gerir fastlega ráð fyrir því að þetta verði bara búið í vikunni. Ég ætla allavega að þetta verði svona aðalverkefnið þegar ég búið með leyni verkefnið. Eins og ég hef margoft sagt áður, þá finnst mér bara gott að klára svona hluti sem ég að gera fyrir aðra og sem beðið eftir og allt það. Þó að ég ekki beðið eftir þessu, þá bara ímynda ég með það og þá kýli ég á hlutin. Og svo hitt sem að ég hef verið að vinna svolítið í, það From Grandma with Love frá ömmu með ást. Ég ætla að vera vissum að ég væri að fara með rétt. Já, eftir Melanie Berg. Ég var búin að vera að efast að þetta væri eftir hann eftir að ég var að segja ykkur frá því í prjónahittningu á 5. daginn. Nú, og ég í fyrra gerði ég þessar 5 bleiku úr fyrsta litnum
Og dúlurnar verða bara allar eins. Það verða allar með þessi munstri. Og ég er búin að gera 4 með næsta lit sem þessi græni og fer svo að fitja upp á þessum 5. þegar að sjalið er búið. Og já, ég setja bara í. Og þá á ég eftir 4 liti. Ég ætla svolítið að vinna á þessu og nú ég er alveg búin að læra grunninn utanaf, hvað fitja upp á, hvernig útaukningarnar eru Síðan þarf ég alltaf að kíkja á byrjunina á blúndinni og svona, já, ég þarf annarslagið að kíkja bara á meðan ég geri fyrstu endurtekninguna og síðan það orðið bara flýgur það restina af hringnum. Þannig að það er sem sagt bara, já, hefur sinn gang og verður bara vonandi búið með vorinu. Exploration Station í þessari víðalegu tösku sem ég gerði mér og þessi var reyndar, ég held að rennilásin hafi verið eitthvað gallaður, þannig að þess ná ég hana. Nú, Bits and Bobs teppið, ég er búin að prjóna aðeins í því. Það eftir hana KF Jones í Bakery Bears. Það prjónað á 4 mm Tiago bambus. Það er flott að vera ekki alveg komin út að enda, veistu, ég ætla bara að fara út að enda, þetta svo fáa lykkjur. En þetta sem sagt það sem ég kalla Fabel teppið mitt, það grunnurinn í þessu. Það eru örugglega svona 85% af garninu sem að mun enda í þessu verður Fabel sokkabandið og þetta sem sagt haldið með 2 þráðum og ég er alltaf með sama grunnlitin í já, sem ég held alltaf í gegnum allt verkefnið og síðan tek ég bara hespu og bæti við og og síðan á ég að ganga frá öllum endanum en ég byrjaði, hvað var ég? Já. Já, ég var komin aðeins, nei, ég er búin að gera aðeins meira en ég sýndi ykkur síðast, ég bara færði merkið fyrir mig held ég, aðalega. En þetta er langtímaverkefni en eins og ég segi, ég er að reyna að taka svolítið skurk í þessum 4 verkefnum sem að fylgja mér frá síðasta ári og það er sem sagt þetta Bits and Bobs eftir KF Jones teppið og From Grandma with Love teppið sem ég var að sýna ykkur og svo Feel Free peysan frá Drops og Onyx sumarpeysan. Þannig að það er eitthvað sem að og það er greinlegt að ég er ekki í stöðu fyrir þessu peysur að því ég gríp alltaf frekar teppin. En jú, þetta hefst á endanum eins og með Hips and Haps sjali. Ég mun klára þetta að mér langar í það sem þetta mun verða. Mér langar í kláraða teppi og kláraði peysuna. Stundum er bara leiðin löng. Oftast er það þannig að ég nýt alveg þess jafn mikið að prjóna hlutin eins og að klára. En stundum er það þannig að ég nýt þess minna en get ekki beðið eftir að klára hann til þess að geta farið að nota það. Skilji hvað ég á við. Það er mismikil ánægjan í prjónaskapnum. Þá er ég bara búin með sagt, þetta klárin og verkvinnslu og síðan í pokan. Og það er ég ætla að byrja að sýna ykkur að við erum að fara í ullina. Þá var ég að klára 2 hespur og ég var að nota það sem að kalla chain ply eða Navajo ply. Þá er eins og maður sé að hekla
hekla einfalda þráðinn þannig að hann verður þrefaldur af því maður er alltaf að draga bandið í gegnum sjálft sig og þá er þetta það sem er kallað þríplæ eða Navajo plæ af því það verður þrefaldur þráðurinn og þetta var bara lærdómsríkt, það er ekkert meira um það að segja og er frá The Shepherd's Hut á Etsy, báðar hespurnar. Það er eitthvað pínu munur á ullinni í því. Það var auðveldara að spinna þennan, þannig að það voru lengri þræðir í honum heldur en þessum. Og já, þetta fer bara í safnið og þegar ég var búin líka með þetta sem ég er að gera sjálf fyrir Stíven, þá ætla ég að leyfa mér að taka til í gósinu og sjá svolítið hvað ég á en ég ætla ekki að setja onni í neina poka að það þýðir það bara að daginn eftir að ég búin að flytja upp á guðmur þetta hverju og við ætlum ekki þangað það var einn sem að prjónavinkonum mín sem að ég er í miklu og yndislegu sambandi við hún sagði að hún fengi svona pínu kvíðakast þegar ég færi að tala uppfitjunar og æðið af því að hún væri svo meðvirk að hún færi að fitja upp á eins og brjálæðingur líka þannig að en það er alltaf, það er bara gaman en ég er aðeins að reyna að gera fyrir sjálfa mig að sitja á mér, klára það sem er í gangi njóta betur stykkjana eins og þetta sem ég er búin að skrifa niður og ætla að tala aðeins á eftir njóta þess að gera þessa hluti af því að það er náttúrulega klikk og vinna í þessu öllu hjá okkur og auðvitað ég var að njóta þess eins og við mögulega getum. En síðan ég fékk skilaboð frá henni Kristínu í Vatnsnes hvort ég vildi fá þessa ull til þess að spinna úr og þetta er eitthvað sem hún er búin að vera að leika sig við að lita ótrúlega falleg og bara tilvalið að sýna ykkur hana og ég ætla áður ég byrja að spinna hana þá mun ég að reyna að taka góða mynd af og líka hvernig ég ætla að spinna þetta upp og að þetta er alveg aðskildir 3 litir þá ætla ég að vinda það upp á 3 hvern lit fyrir sig, vinda hann upp og vinda þetta svo saman þannig að þetta verði í rauninni áfram svona nema litirnir verða náttúrulega miklu ennþá mildar en þeir eru af því þá verður þetta hvíta fyrir að koma meira út þegar maður fyrir að draga öllina svona sundur og þetta verður svona eins og rakarastofu rauð og hvíta nema það verða 3 svona sem að munu snúast saman þannig að ég hlakka ótrúlega mikið að setjast niður og gera þetta og það verður örugglega bara fljótlega og þetta var síðan verslaði ég mér ég sá inn á Wool Warehouse að þeir eru líka með ull til að spinna og ég fékk mér á mjög góðu verði frá Malabrigo jarn og þetta er allt handlitað og 100% hrein meira en ull. Þetta er allt sami grunnurinn og ég valdi mér bara nokkra liti og ég hef verið að tala um Night Shift sjálið hennar Andreu Mári og ég fór að hugsa og það væri kannski ekkert brjálæðislega gá að vera með mjög mikið af ólíku en samt ekki. Það var bara lélega afsökun hjá mér til þess að kaupa mér ull. En ég ætla, þegar ég fer að spinna þetta upp, þá ætla ég að spinna þetta alltaf sama hátt. Þannig að ef að mér hugnast að nota þetta saman, þá er þetta allt eins. Þó að það sé bara ekkert mál að mixa saman ólíkum single plies og mohair og öllu þessu að þá datt mér í huga að það geti verið sniðugt
Þannig að já, og það er fyrir ykkur sem eru að spinna og langar í ykkur svona handlitaða ull af því að þetta getur alveg kostað sletta, sko, að þá er mjög gott verð á ullinni inn á woolwarehouse.co.uk. Síðan gerðist ég áskrifandi af Knit Crate, örugglega heyrt það. Og það er svona, það er að kynnast, það er að fá sent svona, veist ekkert hvað þú færð, en þú færð sendingu einu sinni í mánuði og það verður, allavega í þessari fyrstu umferð, er þetta gall sem að ég hef aldrei handfjallað eða heyrt eða neitt. Þannig að maður er að kynnast fullt af nýju garni og þess háttar. Og þetta er sem sagt desember boxið sem ég var að fá og ég veit að það er verið að fara að senda janúar boxið að stað og hún Mína Philip hjá The Knitting Expat, hún hefur mikið hún er sem sagt í rauninni svona umfjöllunar aðili á þessu fyrir þá og fær sent svona held ég í hverju mánuði eiginlega flesta pakkana eða allavega alltaf ykkur 2-3 og hún notar þetta mikið einmitt til þess að gefa í verðlaun og svoleiðis þar sem hún sér ekki fram á að nota sjálf og ég hef fengið einmitt eina hæspu í verðlaun frá henni sem kom í gegnum svona Knit Crate. Síðan var það þessi oft talaða prjóna systir mín sem ég er í góðu sambandi við, hún sagði mér að hún var að prófa þetta og hvort ég vildi ekki prófa þetta og ég fekk eitthvað svona afslátt í gegnum hana á fyrstu pöntunni og þetta er ekki, sko það er eins og staðan núna á þessum pakka sem ég pantaði þá er free shipping, já, ekki póstbréfgjald. Ég borgaði þeirra upp á staði held ég 3.700 kall fyrir sendinguna og ég fekk 2 hæspur á gatni bækling með og það eru upplýsingar eða það eru uppskriftir fyrir allt gatnis sem er sendt út í þessum mánuði og ég ef að þið eru í þessu ekki búin að fá þetta því ég byrjaði svo seint að ég er að fá þetta og vinna seint í hendurnar þannig að ég gerir nú ráð fyrir að þið séu búin að fá þetta en þá ætlum ég að sýna ykkur ég fekk sem sagt Vidalana Heather Chunky. Vidalana er sem sagt fyrirtæki og þetta er sérstaklega litað fyrir Knit Crate eða bara öll sem sagt já þau framleiða bara sérstaklega Knit Crate eingöngu en þetta er sem sagt Black Cherry og það eru 2 svona hespur af svona grófu garni, þetta er 100% ull, chunky weight, mjög gróft, 55 metrar í 100 grammunum og mælt með 9-10 mm nálum, prjónum, afsakið, ensku slettið og uppskriftin sem að fylgir með það er meðal annars sjá það eru 2 það er þessi húfa sem að ég mun ekki gera þetta er hekluhúfa og síðan er bara, þetta er svona hálskræði sem ég ætla að gera og þetta er mjög, hann sést ekkert rosalega vel en þetta er svo sagt bara mjög einfaldur sýnist mér hálskræði og það er að nota 12 mm prjónn. Já, þetta er mjög einfalt. Þannig að ég mun gera þennan hálskraga úr þessum fallega cherry
black cherry lit og ef þið viljið einmitt einhverja frekari upplýsingar og hérna ef þið viljið fara í áskrift þá og eru í einhverju vesinni þá bara látaðu mig vita. Ég held að sé einhvern veginn þannig ef að ég gef ykkur upp eitthvað kóða eða eitthvað svoleiðis að þá eigið þið að geta fengið afslátt. Ég man ekki hvernig þetta var þegar ég var að panta þetta. Ég gerði þetta í svona pínu flýti, ég man ekki alveg hvernig ferli var. En það er ekkert mál að finna út því ef að þið hafið áhuga á að kíkja á þetta og það er alls konar klúpar þarna inn í gangi, þú veist. Það er sokkagatnið en ég kaus að fara, þetta er ódýrasti pakkin minni mig og maður er að fá svona alls konar gróðleika í þessu sem að ég fór í. Þannig að það verður gaman að prófa það. Já. Þá er það sem datt í pokan komið. Garnlega séð. Nú síðan sagði ykkur að ég hef búin að gera svona smá to-do lista. Reyndar stendur á honum done, en það er ekki rétt. Og Stephen West á greinilega hugminn allan í augnablikinu. Það er hérna 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 hlutir á blaðinu og þaraf er hann hönnuður af 7 þeirra. En Night Shift sjalið eftir Andrew Maury er efst á lista til þess að gera úr handspunna garninu mínu. Hvað sem ég nota svona ólíkt eða svona alls konar af þessu sem ég er búin að vera að spinna eða bíði og bíði eftir malabikóinu. Afsakið. Ljónshjartavettlingarnir hennar Guðlaugar og svo veit ég að hún er með aðra vettlingaúskrift í bígerð sem að minnum að heiti Sparivettlingarnir. Það langar líka að gera þá. Síðan það hérna álfarnir frá Imagined Landscape sem ég held að sé alveg snild að nota afgangagatn í og þeir eru bara ferlega sætir. Ég get ekki sýnt ykkur það því ég er að taka upp á síma minn og ég nenni ekki verið að fara að snúa tölvuskjánum alveg við. En þetta er svona alls konar álfar frá Imagined Landscape sem er á Ravelli. Nú og síðan þessi 7 stykki sem að mig langar að gera eftir Stephen West Garter Goodness sjal, Mild Mania cardigan, Melted Mirage sjalið, Parachute vestið og Pearl Break sjalið og Curiously Holy og Textures Unite. Þetta er það sem ég langar að fara. Þetta er það sem er komið á listan hjá mér. Og en ég ætla alls ekki að fitja upp á þessu öll í einu. Annars megið þið, þú veist, ég veit ekki hvað, eiga við með orð. Og já, þannig að þetta er sérst komið á listan og hann á örugglega eftir að stækka. Ég fór í á Suður eins og áður sagði á laugardaginn. Keypti mér svona minnisbók í Tiger og bók fyrir podcastið í Svestan með greni svo ég geti skrifað svona punkta niður. Og gaman bara ég með bók fyrir alla síðustu 55 þættina líka en langaði að fara að fá eitthvað og það er svona meira inn í líka skrifa sem að í sambandi við liturinn og töskurnar og eitthvað svona þannig ég vildi bara fara að fá sér bók fyrir þetta. Nú inn á handverkhelgu.com ennþá 50% afsláttur á dótinu þar og verður á meðan að ég er ekki að gera neitt nýtt en ég er að viða að mér dóti í það og er með ýmsar hugmyndir að gerjast í kollinum en eins og ég segi á meðan að ekkert nýtt er að koma inn að þá verður bara þessi
mjög góði afsláttur í gangi og þeir eru bara yndislega duglega öll að nýta ykkur það, hvað sem að þeir eru að horfa á mig eða ekki, bara takk. Og og þegar maður fer á prjónahittinga eins og í lill prjónabúinu 5. daginn, sá ég fullt af töskunum mínum, litlu börnunum mínum, töskubörnunum mínum. Og maður fer bara pínu hjá sér og ótrúlega samt ánað að þær eru að nýtast ykkur vel. Þannig að það er bara yndislegt. Já, þannig að ég hef svo sem ekkert meira að segja í dag, annað en að ég hugsa að ég fari út í það núna að vera bara með þáttinn á 2 vikna fresti. Sérstaklega meðan að ég er að vinna í þessum stóru, eða þessum klárum. Og af því að ég, eins og ég segi, ég ætla ekki að fara að prjóna fytti upp á neinu nýju bili, ekki, nema þetta verður náttúrulega svo fljótgert, það er ekki ólíklegt að þetta verði svona rumpað af eitthvað kvöldi og eina húfu sem að litlum manni vantar, en annað er ekki að döfinni að fara að gera og þannig að ég er að hugsa að hitt ykkur bara aftur eftir 2 vikur sem er þá 21. janúar. Það er líka hellingur að vera í janúar hjá mér. Það er ef að ykkur hefur heyrt Þorrablót Skagamanna, þá er það árgangurinn minn sem að kom því á koppinn og stendur á bakvið. Og þetta er hópur í árgangnum, þetta var hópur strákum í árgangnum sem að eru í saumaklúbb sem kalla Club 71 og þeir sem langaði að gefa samfélaginu tilbaka og byrjuðu mjög smátt á að halda eitt Þorrablót þar sem að ég voru innan við 100 manns og það gekk bara vel og síðan er þetta búið að vinda upp á sig í gegnum árin. Ég held þetta sé 10. skipti núna í ár. Ég er samt ekki alveg viss, kannski er ég að bulla. En þetta er orðið 700 manna Þorrablót. Það er þess 10% af íbúum Akranes mæta á þetta, eða þú veist, við erum 7000 á Akranesi. Og það er náttúrulega fyrir pínu púður í það í janúar og undirbúa það allt saman. Við stelpurnar, hópur sem að köllum okkur dræsur, við sjáum að leggja borð og skreyta salinn og allt þetta. Og síðan er þessi brjálaða hátíð 27. janúar og síðan eru bara endalaus ammali hann í kring líka. Þannig að til þess að vera ekki með pressu á mér að þá ætla ég að hafa þetta svona allavega þar til að ég verð komin svona aftur meira í þessa rútínu, verð komin úr klárunum. Og já, annars þá bara endilega senda á mig skilaboð ef það er eitthvað sem þið viljið vita frekar og nýti ykkur endilega tilboðið á síðunni svo að verði meira pláss fyrir nýjar töskur. Og já, ég bara óska ykkur góðrar og gleðilegra handavinnu vikna. Þið fáið 2 vikur núna og við sjáumst vonandi 21. janúar eða þar bil. Takk fyrir og bless bless.